Sjálfstæðismaður og almannatengill ráðleggur Geir Haarde forsætisráðherra að breyta hegðun sinni gagnvart fréttamönnum. Geir Haarde forsætisráðherra hefur ítrekað birst landsmönnum sem önugur að undanförnu. Sjálfstæðismaðurinn og almannatengillinn Ólafur Hauksson ráðleggur honum að breyta hegðun sinni gagnvart fréttamönnum. Kristján Már Unnarsson. Svona brást hann við þegar reynt var að spyrja stöðu Vilhjálms Þ. Það rétt að vera að funda með hann eitthvað í dag? Já. Viltu ekki tjá þig stöðuna í borginni? Ítrekuð var spurning Seðlabankann. Þú svaraði því ekki hvort ég fyndist hann ætti að bregðast á einhvern hátt við? Nei, ég svaraði því ekki, það vegna þess að ég ætla ekki að svara því. Dánistræti 10 misskildi fund hans og Gordons Brown og breytti fréttatilkynningu eftir á. En hvernig fá þau á tilfinningur þessi aukna líkur á aðild Íslands að ESB? Gafstu eitthvað slíkt í skyn? Ég var enda við að segja að það var ekki á þetta mál minnst. Þetta er einhver innanhús mistök hjá þeim. Og frekt svarið þegar Sindri spurði efnahagsaðgerðir. Á þetta að vera viðtal? Já, ég vilja fá aðeins að heyra þetta. Samband fyrirfram. Geir, þjóðin náttúrulega býður eftir einhverjum aðgerðum frá ríkisstjórninni. Getur ekki gefið okkur smá komment? Ég ætla að gera það, Sindri, ef þú hagaðir ekki svona dónalega, þá myndi ég tala við þig. Hvers vegna er dónalegt að bíða eftir forsætisráðherra? Af hverju lætur það svona? Já, Geir er náttúrulega annálað prúðmenni og væntanlega hvíla miklar áhyggjur á honum þessa dagana, eins og mörgum öðrum. Er hann að skaða sig með þessum hætti, með svona tilsvörum? Já, þetta er ekkit gott fyrir stjórnmálmann, talingi forsætisráðherra að verða svona kvumpinn. Hann gerir sjálfum sér slæmt með þessu og hann er að gefa ranga mynd af sér vegna þess að þetta er ekki Geir, alls ekki. En eru fréttamennir dónalegir? Fréttamennir eru alls ekki dónalegir og það er það sem Geir þarf að átta sig á. Fréttamenn eiga að sækja hart að ráðamönnum þjóðarinnar, spyrja á krefjandi spurninga, heimta svör